Já, þá komið fyrsti gestur kvöldsins. Það Vilhjálmur Bjarnason, vertu velkominn Vilhjálmur. Takk fyrir. Fyrir alþingismaður með meiru. Tilefnið náttúrulega þessar njósnir sem að beindust meðal annars að þér. Já. Það er kannski í ríkum mæli. Já, það voru fleiri. Já, en að þér og þú ert hérna. Hvernig líður með það? Ertu alltaf að hugsa um þetta? Nei, ég er nú ekki alltaf að hugsa um þetta. Mér líður svona ekkert sérlega vel með það að það sé ruðst inn í mitt einkalíf. Já. Ég taldi það að ég byggi í réttaríki, að ég væri frjáls maður og ég gæti gert svona flest innan þess frjálsræðis sem að venjulegu fólki er gefið. Já. Án þess að það veri fylgst með því. Já. Og það að það væri fylgst með mér frá klukkan 6:30 á morgnana það til síðdegis og því er lýst hvernig ég geng frá bíl, hvernig ég þríf bíl og óttinn við það að trakktækið sem átti að festa við bílinn til þess að vera hægt að fylgjast með mér, óttinn var sá að ég myndi finna að þegar ég var að þrífa bílinn. Náttúrulega sýndi það að það var búið að kortleggja mig alveg þokkalega. Já, þetta er ógeðfellt. Þetta er ekki eins og ég hélt að starfshættir væri hér. Ég hef lesið þetta í öðrum löndum. Já. Og þar er þetta ekki talið til mannasiða. En tilefnið er ekki, er það þessi hópmálsókn gegn Björgólfi Thor Björgólfssyni? Er það hópmálsóknin? Ég ætla ekki að segja tilefnið vegna þess að ég hef ekki rætt við þá sem að þessu stóðu. Nei. En það bendir ýmislegt til þess, já. Já. Og þáttakendur, þeir sem eru njósnaðir það sem er stundaðir persónunjósnir að það eru aðilar sem að tengjast þessar hópmálsókn. Það er Ólafur Kristinsson lögmaður og það er Jóhannes Bjarni Björnsson og lögmaðsstofan Landslög og reyndar ég veit ekki hvort að eigendur Alvogen voru einnig undir. Já, en segðu mér stóðst þú að málsókninni? Varst það þú sem byrjaðir? Nei, ég byrjaði hann ekki. Hann heitir Ólafur Kristinsson sem að byrjaði hana. Hann las rannsóknarskýrslu Alþingis og fann ákveðna hluti þar sem að hann benti mér á eftir að hann hefði leitað til landslaga og þá fundum við þarna ákveðna slóð sem síðan landslög leiddi. Það var gerð sátt í þessu máli og sáttargjörðin var tilkynnt að beggja hálfu og þar með var talað um það að málinu væri lokið. Já. Þannig að því máli er lokið. Já, var 1 milljarður, er það rétt? Já, það er eitthvað næri því, já. Já, en þrátt fyrir það voru þá sem stóðu að þessari hópmálsókn töpuðu peningum, fenguðu minna? Já, þeir fengu ekki, menn urðu fyrir tjóni. Það er og þú þeirra meðal? Já. En hvernig, er það, getur ekki ímynda okkur á tilgangur með þessu hafi verið sá að sverta ykkur með ykkur hætti? Jú, nú erum við komin í annan kafla. Nú er sáttargjörðinni lokið, það mál er búið. Já. En þá dúkkar þetta mál upp núna fyrir það bil mánuði fyrir mig. Já. Og það er allt annað mál og þá fæ ég fregnir af því að það séu til gögn og það að mér hafi verið fylgt eftir og það er náttúrulega hægt að segja ýmislegt tilgangin með þessu algengasta ástæðan fyrir eftirliti og það að finna veika bletti á aðilum er áfengismál, drykkja akstur undir áhrifum áfengis og víknefna og eltingaleikur við konur og hverskins ólifnaður og
síðan í þessu máli að þá að því mér virðist reynd að tengja mig við Róbert Westman og aðila að Alvagen. Var eitthvað til í því? Ég hef aldrei hitt Róbert Westman. Nei. En ertu hluthafi þar? Nei. Nei. Þannig að þú sérði ekki tenginguna sem að... Jú, ég sé tenginguna. En já, ekki hvers vegna? Nei, menn geta fengið ýmsa dillur sko í hausinn en ég hef aldrei hitt Róbert Westman. Nei. Aldrei. Nei. Og ég reyndar var í stjórn málsóknarfélagsins. Já. Og við Ólafur Kristinsson sem kemur fyrir þarna í þessu við vorum í stjórn málsóknarfélagsins. Já. Og einn lögmaður hjá landslögum var sömuleiðis í stjórn málsóknarfélagsins og síðan annaðist málareksturinn Jóhannes Bjarni Björnsson sem var sömuleiðis undir eftirliti. Og lögmannstofan og reyndar þá fleiri lögmannstofur sem í Borgartúni 26. Já. Sko, ég held ég hafi séð ykkur staðar í dag að þú hafi verið að tala í þessu samhengi það sem gekk á í pólitíkinni 2016. 2012. Þetta gerist 2012. 2012 fyrir já. Þetta gerist 2012 og ég náttúrulega í prófkjörsslag á þessum tíma. Já. Og ein myndin af mér þegar ég að koma út úr Valhöll. Já. Sennilega skila inn prófkjörsgögnum. Já, hugsaðir. Og restur alveg út í. En sko, kosningar 2012, eða prófkjörið, að þá náður hvað, 4. sæti? 4. sæti. Já, en Bjarni Benediktsson færið þig? Nei, það í 2016 þá næði ég líka 4. sæti. Já. Og þá lætur Bjarni Benediktsson og Jónas Guðmundsson héraðsdómari þá ákveða þeir að færa mig niður. Já, já. Þannig að það ekki samtenging þarna á milli baráttuðinna flokksins. Já, ég náttúrulega náði þessu sæti í 2012 en svo í kosningunum 2016 þá dúkkar upp maður sem heitir Vilhjálmur Bjarnason. Kennist við Hagsmunasamtök heimilin og segist ekki vera fjárfestir. Já. Og það algeng aðferð í sumur löndum að búa til nafnarugling. Og minn grunur sá mig með atkvæðatölur að hann hafi smalað en Hagsmunasamtökum heimilina til þess að rugla niðurstöðuna. Já. Síðan náttúrulega augljóst hætt á nafnaruglingi jafnvel þó að hafi staðið þarna Vilhjálmur Bjarnason alþingismaður og Vilhjálmur Bjarnason fasteignasali. Já. Þannig að það skadaði þig. Ég tel það. Já. Og heldur að hann hafi verið þar að biðja ykkur annars? Já, ég sá það að hann beitti sig mest í Garðabæ. Hann var með standandi vörubíl niður í Kvosinni í Kópavogsdalnum. Já. Og hann auglýsti nokkuð. Já. Og ég veit hver auglýsing og kostnaður Já. Og einhvern veginn fékk hann fyrir auglýsingakostnaði. Einhvern veginn fékk hann fyrir auglýsingakostnaði. Já. Ekki fjárfestir. Nei, en þetta við höfum reyndið að tala saman áður þetta, þessi baráttu innan flokksins. Já. Í þessu myndveri Þeir baráttu loki, þannig að... Já, ég veit það, en við erum horfum svolítið til... Þetta frekar kafli í ævisögu minni. Já. En það nú eðlilegt að við lítum tilbaka í myndu núna vegna þessa máls sem... Já. En þetta nú aukaðrið í öllu saman, en ég hef allavega til rétt að halda þessu til haga. Já, þú varst órétti beittur. Já, ef það svo að menn hafi farið þarna beinlínis fram gegn mér. Já, og líka fariður Já, það innan hús í Sjálfstæðisflokknum. Já.
og Vilt ekki tengja það á milli? Ég ætla ekki að tengja það á milli, sko. Nei. Heyrðu, en svo kemur fram í þessu Ólafur Þór Hauksson, saksóknari. Já. Ég get ekki betur séð og heyrt en að hann segi að þessir 2 menn sem voru starfandi honum, þeir hafi farið þar í gögn í heimildaleysi áður að lita störfum. Já, og stólið gögnum. Stólið gögnum. Það hefur verið rætt og saksóknari ríkissaksóknari, hann felldi það mál niður eftir einhvers konar rannsókn. Og mér ekki kunnugt efni þeirra rannsóknar. En þeir voru þar alveg, þeir voru þar undir rannsókn. En alla hefur þú verið í gögnum, þitt nafn komið fyrir í gögnum saksóknara og nefna sem vitnis í ykkur máli? Nei, ég hefur örugglega ekki verið í þeim gögnum, en það var náttúrulega í alveg örmullar málum sem þar voru, og þegar menn eru komnir í enga praxís, starfandi innan embættis sérstaks saksóknara, þá náttúrulega kemur ýmislegt upp. Já, það ekki til eftirbreytni allavega? Já, það skal vera fullkomin aðskilnaður á milli einkamála manna og þessara starfa, og það mjög óheppilegt ef lögreglan í einhvers konar öryggisgæslu út borg og bí og tekur síðan að sér mál eins og þarna virðist vera gert. Og þannig næst þarna mynd af lögregluþjóni þar sem að hann að vakta mig á veitingastað á morgnin til. Og hann situr andspænis mér og ég átta mig ekki á því. Nei. En það sést í hvirfilinn á mér og það sést í andlitið á vinum mínum. Þetta ekki gott. Heyrðu, en þú að hugsa eitthvað svona, allir grípa til einhverja aðgerð alltaf? Sækja réttin? Þetta kom nú upp í gær og það best að hugsa áður en maður segir nokkuð. En þetta hefur svo sem leit á hugaðinn aðeins að... Já. Ég skildi að þú viljir ekki tala meira? Nei, ég vil ekki tala þetta mál, of mikið hvað ég að gera, hvað ég hugsi. Ég vil, það var undirrituð sáttargjörð þarna af málsaðilum og við féllumst á það í stjórn málsóknarfélagsins, lögmaður, að ræða ekki þessa sáttargjörð frekar, og ég ræða hann ekki frekar heldur en segir í yfirlýsingu málsaðila þegar þessu var lokið. Og en síðan hitt að þegar svona kemur upp, og þetta bara svo óvenjulegt að það er ekki bara persónurnar Ólafur Vilhjálmur Jóhannes Bjarni Björnsson og landslög sem undir, heldur hefur persónuvernd hafið frumkvæðisathugun. Lögreglustjórinn Reykjavík, höfuðborgarsvæðinu, þarf að taka til í sínu ranni. Og málinu vísað til ríkissaksóknara, til formulegar meðferðar. Og svo náttúrulega nefnd starfsemi lögreglunar. Hún líka til. Og það allir bara farnir af stað. Og ég ætla ekki að fara að vinna einhverja vinnu sem ég alls ófær Nei. Ég hef ekki aðgang að neinu, ég hef engar valdheimildir. Nei. Og eina sem ég hef þennan haus sem hangir þarna á halsinum á mér. Og Já, en náttúrulega þetta inngrip í þitt líf og þinna fjölskyldu. Þetta inngrip í mitt líf og minna fjölskyldu og ég lít svo á að réttarvörslukerfi, löggæsla, sé til þess að vernda hinn smáa fyrir hinnum stóra. En stóri getur verið einstaklingur eða ríkisvald. Já. Og ef að það minnsti vafi á því að einstaklingurinn hinn smái
geti ekki leita rétta síns fyrir dómstólum, annarkvort vegna þess að mál eru of flókin fyrir dómara eða þeir nenni ekki að setja sig inn í þau, eða þá að þeir telja að hinn litli sé hverflant og rugludallur, að þá dálítið illa farið og ég mikill áhugamaður atvinnulíf og til þess að stunda atvinnulíf þá þetta félagsform, hlutafélagsformið nauðsynlegur farkostur til þess að stunda atvinnulíf og til þess að hlutafélagaformið virki, hlutafélagið, þá í gildi hlutafélagalög og þau eru mjög skýrmælt það hverjar eru heimildir hluthafa, hverjar eru heimildir stjórnar, hverjar eru heimildir forstjóra og það nákvæmlega þetta sem ég hef barist fyrir í 25-30 ár með virkum hætti að sé virt og það hafa fallið dómsmál þar sem ég hef verið málsaðili og á grundvelli þeirra niðurstaðana hafa verið gerðar breytingar á hlutafélagalögum og einhvern tímann þá var tilkynnt frumvarp til laga breyting á lögum hlutafélög og ráðherra sem að fór með það mál kynnti það svona hálfhlæjandi á þingflokksfundi að þetta mál kæmi til umfjöllunar og ákvæðið það verið kallað Vilhjálms ákvæðið og ég mjög stoltur af því að eiga ákvæði í hlutafélagalögunum en ef að hlutafélagaformið ekki virt þá ekkert víst að það verið neitt atvinnulíf skil og þetta eykur ekki trausti á því þetta eykur ekki trausti á því og það það sem að ég það eiginlega mín barátta og hún náttúrulega nær til miklu fleiri en mín, hún nær bara til alls atvinnulífs í landinu og nú það orðið þannig að lífeyrissjóðirnir þeir eru orðið mjög stórir leikendur í íslensku atvinnulífi og hverjir eru eigendur lífeyrissjóðanna? Það eru bara vinnandi fólk og við sem eigum réttindi í lífeyrissjóðum réttindi okkar grundvallast á því hvernig fariði með þetta og það að fara að úthluta einhverjum sérstökum réttindi til stórra hluthafa og eða stjórnenda og ég vitna nú gjarnan í frægan dóm í Bandaríkjunum sem eru Dodds-bræður gegn Ford það að segja að Dodds-bræður þeir eiga verulega stóran hlut með Ford í verksmiðjunum og gamli kallinn hann ætlar í lok árs að veita kaupendum bíla á árinu afslátt vegna góðrar afkomu og þá segja Dodds-bræður já, þú getur tekið af þínum ágóðahlut en okkar hlutur kaupendunir eiga engan rétt á afslætti það hægt að veita afslátt sem sölukvata á árinu en vegna góðrar afkomu góð afkoma hún gengur til hluthafa og þetta mál það gekk í gegnum öll dómstig í Bandaríkjunum og kennslubókardæmi í félagarétti en hvor vann? Hvort var að Dodds-bræður unnu þetta mál og þetta þennan rétt hluthafana en ekki duttlunga forstjóra kaupendunir, þeir voru búin að kaupa sér bíl og áttu engan rétt kaupandinn í apríl eða maí hann getur þrúkkað verðið við
við í seljandan og þegar samkomulag hefur náðst og þá viðskiptum lokið, þeim viðskiptum og hann á engan rétt þó að seljandinn hefur hagnast en það getur vel verið að seljandinn lækki verð á bílunum og það bara þá verður kaupandinn að býta á jakstunum og segja ég voru á snemma en eins og ég segi að það þetta jafnræði og réttur hluthafana sem ég hef verið að berjast fyrir og það ná fæstir sem skilja þetta en ég ætla ekki að hætta baráttu minni og ég ætla ekki að hætta baráttu minni í þessu máli. Herri, takk fyrir spjallið og vegnaði vel í þeim verkefnum sem þeir eru verið falið núna óumbeðið. Óumbeðið, ég veit ekki hverju falið mér nokkuð skapaða hlut þá lendir maður í svona málum og ég held að alþýðustöðin ætti nú að verða þessi sjónarmið. Já, gerum það. Takk að þið fyrir. Og við höldum áfram eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is